Góðan og blessaðan daginn. Herru, þessi þáttur ætla ég að ræða sem ég til búa til svona óstoppanlegt sjálfstraust. Þegar ég ætla meira bara að tala frá minni reynslu og minni svona sem ég uppgöta fyrir sjálfa mig. Þannig að ég veit ekki hvort þetta margir eða einhver annar eftir að tengja við þetta, en þessi þáttur verður bara basically hvað ég að gera til þess að byggja upp óstoppanlegt sjálfstraust. Og því að þegar ég var yngri þá var ég ekkert með neitt sjálfstraust og eitthvað svoleiðis og var alltaf að reyna að finna sjálfstraustið eða búa það til. Ég man bara að ég var hjá sálfræðingi 17 ára gamall og hann segir við mig að ef þú klárar skólann þá nær að byggja upp sjálfstraust. Það er bara að búum í skólann þá kemur sjálfstraustið þitt og þú verður að klára eitthvað verkefni. Og ég fer í skólann og fer í listnámsbraut og vil það þegar minnst og bóklegt út af lesblindunni. Þar er að læra með leir, teikna, járnsmíði, alls konar hlutir og mjög gaman sko. Langaði líka að hætta miðri önn og tók miklu lengri tíma heldur en ég átti að taka námið. En svo kláraði ég námið og sjálfstraustið var ekki þarna. Og ég bara, af hverju kom það ekki? Ég var alveg ánægður að klára skólann og hjálpa eitthvað smá sjálfstraustinu, en það kom ekki. Ég bara, ég þarf að klára fleiri hluti. Þannig að ég reyndi að klára fleiri hluti, til dæmis færi ræktina, þyngja mig, fá eitthvað meira sjálfstraust en það. Fór alveg upp í 90 kíló og það sem ég var alltaf mjög grannur, núna 80 kíló. En ég misti öll þessi 90 kíló þegar ég fór eitthvað svaka þunglindi, var í 50, ég var held ég 59 kíló fyrir svona 3-4 árum og er núna komin upp í 80. En þá var ég eitthvað tvítur, 22-23 sem ég var náðu 90 kíló. En þá kom ekki sjálfstraustið. Ég var alveg ánægður, bættist alveg sjálfstraustið en samt fannst mér að vanta meira upp á þetta óstoppanlega sjálfstraust. Þannig ég held áfram að reyna að klára eitthvað hluti. Fór í kvikmyndatækni, bjóð það til rosa flotta stuttmynd, sjálfstraustu kom ekki. Ég var alveg ánægður, gekk vel, en mér fannst alltaf vanta. Svo gerði ég netverslun í einhvern smá tíma, en kom ekkert sjálfstraust. Það kom alltaf eitthvað smá, en mér fannst alltaf vanta eitthvað svona dýpri sjálfstraust. Ég bara skil ekki af hverju. Og svo fór ég eitthvað aðeins að leika, svona sem aukaleikari. Og fyrir 10 árum fekk að leiki í mynd sem heitir Noah með Russell Crowe, bara sem aukaleikari og svo fekk ég svona aðalhlutverk í einu auglýsingu og var með svona texta. Mér fannst það svo óþægilegt að ég gerði ekkert í 10 ár, þannig að hætti að leika sem aukaleikari eða bara einhvað, en byrja aftur fyrir nokkur árum. En þó að ég var búin að leika og gera eitthvað svona skemmtileg verkefni sem krefst þess að vera sterkur og þora og byrja, þá hafði ég það alltaf í mér. Ég gat byrja verkefnin. Ég gat farið eitthvað sem mér fannst óþægilegt en alltaf ég kláraði þá fannst mér alltaf eitthvað vanta. Gennum tíðina ég búin að vera alltaf að reyna að klára eitthvað til þess að fá það en einhvern veginn kemur það ekki og þá komum við á deginum í dag senastu 2 ár ég búin að vera með mjög gott sjálfstraust og það bara búin að ganga rosalega vel og þegar ég tala líka um gott sjálfstraust að gamlar tilfinningar, þunglindi var ekki að koma tilbaka, bara gett hamingjusamur, ánægður, hluti höfðu ekki mikil áhrif, svona neikvæð áhrif á mig. En fyrir svona 2 vikum þá allir byrja allt að vera svona erfitt. Bara ég var að hugsa út í fortíðina eitthvað sem skeiði eitthvað og þá leið mér rosalega illa. Og þá yfirleitt kemur ekki svona sterk tilfinning að mér leið illa að hugsa fortíðina senastu 2 ár. Og svo byrja að koma mikið svona sjálfshatur hugsanir eða svona sjálfshatur, ekki kannski hugsanir að ég hugsa ekki henni, en sjálfshatur tilfinningar bara senastu 2 vikur núna og ég bara ekki að skilja af hverju að því ég að gera allt sem ég að gera og þetta bara kemur bara einhvern veginn og svo fór ég að skoða þetta hvað getur þetta verið? Það sem búin að breytast á mér að ég var svona minka að gera það sem ég sagðist við sjálfa mig ég ætla að gera mæta vakna snemma á morgnana, fara í ræktina fara infrared, fara með þakkir. Þannig ég byrjaði senst 2 vikur að fara að styttra í ræktina. Og ég ætla bara að fara klukkutími í ræktina, bara aðeins að reyna að vekja mig, svo ætla að fara upp í vinnu og byrja að vinna. Ekki klára ræktina, sleppa sánu til þess að ég geti byrja að vinna. Afsökunin var þannig að ef ég tek of vel á því, verið þreyttur og dasaður og þannig erfið að taka upp. Þannig ég vildi frekar að gera minni í ræktinni. Og gera þetta í 2 vikur. Og byrja að minnka matræðið mitt ekki standa við matræðið sem ég var búin að lofa sjálfu mér byrja aftur að lofa sjálfu mér að gera rosalega mikið af hlutum ég ætla að vera gett duglegur, ég ætla að framkvæma gett mikið sagðist ég ætla að gera alltaf þessa hluti en gerði það ekki þannig að hvað var það sem breyttist ég var að lofa sjálfu mér að gera einhvern hlut og svo gerði það hann ekki og ég veit að ef maður lofa sér að gera 10 hluti gerir 2 af þeim
þá verður maður ósáttur eða bara tilfinningin eða orkan fer niður, maður dettur niður og þannig gerum maður ekki meira. En af hverju náði ég þá svona 2 árum eða 3 árum bara í svona óstoppalegt sjálfstress, bara hélt alltaf áfram. Það að því að þegar ég var sem þunglindastur og var mest niðri, þá vissi ég gæti ekki gert neitt, ég átti mjög erfitt með að fara rúminu og eitthvað svoleiðis, en ég ákvað að setja með reglu að gera eitthvað einn hlut sem var productive á dag. Það einu sem ég þurfti að gera. Þannig ég hætti að lofa sjálfur mér öllu og hætti að lofa sjálfur mér að vera gert dulur og standa mig vel og ég ætla að ná miklum árangri og whatever hvað það var. En einu sem ég þurfti að gera einn hlut sem var mjög productive og það byrjaði með bara ég þurfti að vaska upp eða þrífa heima á mér, bara eitthvað geðveikt í sig. Ég lá bara upp í rúmi og ég gæti sofið 3 daga í senn, bara vakna, fara klóstið, fór mér ekki og aftur að sofa, bara 3 daga non-stop. Það þurfti bara að gera einn hlut, alveg sama hvernig mér leið, hvort ég vildi eða hvort ég latur, en langaði ekki að gera. Og það var að byrja bara að vaska upp. Þannig hugarfarið mitt var, ég þurfti bara að gera einn hlut á dag til þess að vera sáttur og ekki lofa sjálfur mér að gera meira. Og það vatt upp á sig, þegar ég byrjaði að vaska upp og þá fór ég alltaf að þrífa og svo ég búin að þrífa þá kannski fór ég út að labba. Þannig að fekk alltaf meira og meira orku til þess að gera meira að því ég kláraði bara eina verkefni sem ég setti fyrir þennan dag og það var bara að gera eitthvað productive. Og þá fyrir við í daginn í dag. Þá ég með sömu reglu að gera eitthvað svona non-negotiable alveg sama hvað. Og það var að vakna snemma, mæti ræktina, fara í infrared, kalda, fara með þakkir, búa rúmið og ekki fara út úr íbúðinni nema hún sé hrein. Ég hef búin að taka til í henni og ég kæmi ekki heim aftur og það allt út í rústi eða föt út allt og eitthvað svoleiðis. Þannig að seinast 2 vikur var ég hættur þessu eða búin að minnka að gera þessa, leyfa sjálfur mér að slaka á og leyfa sjálfur mér að bara vera meira latur. Og þá fann ég fyrir hvað hafði rosalega mikið áhrif á sjálfstressið. Þó að ég sleppti þessu hlutum en var samt dulur í vinnunni eða gera eitthvað annað sem var mjög dulur, en ég sleppti þessu svona non-negotiable hlutum sem ég var búin að setja fyrir mig sem ég sagði þetta það sem ég vil gera hverju degi og ég ætla að gera alveg sama hvað. Þannig að þegar ég fór að sleppa þessu grunnverkefnum sem ég setti fyrir sjálfa mig að þá eitthvað hafði það gríðarlega áhrif á sjálfstressið. Þá bara eins og allt annað feilaði, allt annað bara mistókst, allt annað var bara miklu erfiðara. Tilfinningarnar voru miklu sterkari en neikvæða tilfinningar voru miklu sterkari bara því ég var ekki að sinna þessu grunn non-negotiable hlutum sem ég var búin að setja fyrir mér. Og ég heyri oft fólk að tala þetta consistency. Ég held að þetta sé miklu meira heldur consistency. Fólk segir þetta að þú ætlar að ná árangri í lífinu eða vera ríkur eða fá drauma líkamæn eða vera fitt eða heilsusamur, að þú þarft að gera hluti alveg sem okkur þú vilt það ekki, okkur einsta degi sem svona non-negotiable bara og gera þetta okkur einsta degi. Alveg saman hvernig líður, hvort þú ert í stuði eða ekki, eða latur, þá ert alltaf að gera þetta. En ég held að þetta sé miklu dýpra heldur en það. Að þetta hefur bein áhrif á sjálfstrausti á manni. Allan að gerði það hjá mér. Það gerði það mikið að ég tók 2 vikur bara í bara eitthvað að gera ekki neitt. Og ég bara skildi þetta ekki. Bara mér leið bara eins og ég var komin aftur í þunglindi mitt. Og bara fattaði ekki, bara af hverju. Það á ekki að vera svona. Ég er samt að standa mig vel í vinnunni, ég er samt að standa mig vel í öðru verkefnum, en einu munurinn sem breyttist er að ég var hættur að gera þessa hluti sem ég var búin að lofa sjálfur mér að gera. Þetta byrjaði bara með einu litlu skrifi, er að hætta að lofa sjálfur mér öllu hlutum og gera einn hlut sem ég vil gera sem er productive, alveg sama hvað, alveg sama hvernig mér líður, hvort ég er latur en enn ekki, óöruggur eða eitthvað. Og stærstu mistökin sem ég hef gert genið tíðina, og síðan ég var í skóla, kvikmyndaskóla og gera netverslun og er ræktinni og bara stæðstu mistökin eru basically að þó að ég kláraði hlutina þá var ég kannski ofta að lofa sjálfur mér að vera rosa duglegur eða lofa sjálfur mér að gera rosa margar hluti en bara ná að gera kannski mjög fáa hluti. Þannig allt skóla árið mitt leið mér eins og pínu failure að því ég var alltaf bregðast sjálfur mér. Að því ég var á listnámsbraut og þá var það bara ég ætla að vera geðdulur, ég ætla að fá góða rænkanir, ég ætla að vera í ræktinni, ég ætla að hugsa matræðið, ég ætla alltaf að mæta á réttu tíma, aldrei mæta á seint og alltaf að kemur heima ná og bara klára það strax. Ég sagðist alltaf að gera þessa hluti, svo gerði það ekki, bara rétt á bara svona last minute, þá gerði ég hlutina eða bara sleppti ég að gera það. Þannig ég var alltaf að lofa sjálfur mér fullt af hlutum en svo gerði ég það ekki. Þannig að þá var ég alltaf að brjóta sjálfstrausti mitt niður eða þá ég náði ekki byggja upp sjálfstrausti mitt á meðan ég var í skólanum, á meðan ég var í kvikmyndanámi, á meðan ég var í ræktinni þó að ég kláraði þessa hluti og aðrir kringum mig fannst ég bara vera mjög duglegur og standa mig mjög vel en mér leið ekki þannig að því ég var alltaf svíkjað sjálfa mig
ef ég ætla að gera 100 hluti eða gera bara 20 þá bara ekki séns að manni líður að sé duglegur eða productive eða að ná langt eða gera réttu hlutina. Þannig að stærstu mistökin gegnum tíðina á mér var að lofa sjálfum mér að gera eitthvað fyrir sjálfan mig og ekki gera. Þannig að ef ég geti farið tilbaka og kennt sjálfum mér einn hlut og fengi bara að kenna mér bara einn hlut, ekki meira, bara ef ég var úrlingur, það að ekki lofa sjálfum mér að sigra heiminn, bara ekki að tala með hugsa að þú ætla að gera alla þessar hluti og vera rosalduglur, að minnka og segja bara, veist að lofa sjálfum mér að gera bara eitthvað 2-3 hluti og startu við þá og gerða þá alveg sama hvað. Eða langar ekki að gera latur, líður illa, hefur ekki tíma, fyndu leið til þess að gera, ekki leyfa sjálfum þér þess að hugsunum eða neikvæða hugsunum eða manneskjunni í hausnum sem alltaf að segja nei út latur eða segja svona nei, þú þarft ekki að gera þetta, skilur, og gera þetta bara á morgun, eða byrjum bara seinna, alltaf að sleppa einum degi, þú getur byrjað aftur í næstu viku, bara ekki hlusta á þessa rödd. Þannig ef ég geti farið og kennt mér þetta í fortíðinni þegar ég var úlíkur, það bara eina og fyrsta sem ég mun kenna hann, af því þá skiptir ekki máli hvort að ég stóð mig vel í skólanum með illa, en ég vissi fyrir sjálfa mig, af því ég gerði alla hlutina sem ég sagðist alltaf að gera fyrir sjálfa mig. Ég myndi að vera óttu vin og hann segir, herru, þessa helgi þá erum við að fara og við ætlum að vera mega duglegir þessa helgi. Við ætlum að mæta í ræktina, við ætlum að fara í sund, við ætlum að vera duglegir að gera heimalærdóminn, við ætlum að fara síðan að leika okkur, við ætlum að gera þetta og við ætlum bara að vera geðveikt duglegir alla helgina og standa okkur eins og hetjur. Við ætlum líka að fara að hjálpa foreldrum þínum að flytja og bara gera allt þetta. Svo kemur helgin og þú ert alveg geðspenntur, peppar í þetta og hann segir við að ég nenni þessu ekki, að ég er latur, gerir þetta bara næstu helgi, ég er ekki í stuði fyrir þetta, við megum bara að bíða með þetta. Maður sjálfur myndi vera bara fyrir vonbrigðum, vonsvikir, bara vá, bara með allar þessar væntingar og búin að draga niður og dregur það maður niður. Og ef maður alltaf að gera þetta við sjálfan sig, segist að gera allar þessar hluti við rosa duglegur og svo gerir maður ekki nema bara 1%, 2%, 10%. Og þá dettur orka niður og þá nennir maður ekki gera neitt. Og ég basically var að sjá hvað það skipti miklu máli fyrir sjálfa mig eða fyrir mig að gera hlutin sem segist alltaf að gera og ekki sleppa því. Því ég tók 2 vikur og byrjaði að bara hætta að gera þessa hluti. Bara minnka, leyfa mér að vera meira latur eða sveigjanlegur. Og þá bara fór sjálfstrausti niður og það hafði áhrif á alla aðra vinnu sem ég gerði. Þannig ég þarf að vera með svona non-negotiable sem bara grunnurinn sem ég búin að setja fyrir mig bara þetta það sem ég þarf að gera hverja einsta degi alveg sama hvað. Ég held að það skiptir ekki máli hvort að það sé ræktinn eða að fara út að labba eða tíma með fjölskyldunni eða krökkunum eða ákvaða minnka tímanum í símanum. Ef segir við sjálf að ég ætla ekki að vera í símanum þegar með krökkunum, ég ætla ekki að vera í símanum með vinunum, svo fer ég í síman. Þá ertu að svíkja sjálfa ef það segjast þú ætlar að gera eitthvað að gera ekki. Þannig að þetta snýst ekki ræktina, þetta snýst ekki neitt það sem maður gerir, það sem ég var að tala þetta snýst bara loforði sem þú segir við sjálfa að ekki svíkja það. Eftir að ég fatta þetta, þá senstu 3 dagar, 4 dagar, þá fór ég bara í ræktina, klára allt sem ég átti að gera, non-negotiable og sjálfsálitið bara kom aftur tilbaka, bara strax. Þannig að vandamáli var bara að ég var ekki að sinna það sem ég sagði við sjálfa mig. Ég held að þetta svona grunnuna óstoppanlegu sjálfstrausti. Ef þú segist alltaf að gera eitthvað og þú gera alveg sama hvað, gagnvart sjálfu þér, en þá færir svona einingu. Þegar maður alltaf að brjóta sjálfa sig niður með að segjast alltaf að gera eitthvað og ekki gera. Það er ekkert svo langt síðan ég svona fatta þetta, en fatta svona verðmætin eða hversu mikið þetta skiptir máli. Ég heyri alltaf, consistency, gerðu sama hlutin aftur og aftur. Consistency, ef þú ætla að ná árangri, success. En ég aldrei tengt þetta við sjálfstraust, skilur, af því ef ég ímyndum maður, ef ég farið gennum skólan og vinnu og bara allt sem ég hef gert og alltaf ég lofa sjálfur mér að gera eitthvað og klára át alls saman hvernig mér líður, þá hef ég örugglega fengið sjálfstraust miklu fyrr, svona óstoppalegt sjálfstraust. Ég finna mjög sterkt núna hjá mér. Og ástæðan okkur ég finna kannski mjög sterkt núna hjá mér að ég borðaði rosalega mikið Shopify þegar ég var yngri. Bara alltaf Shopify, hamburgerar, skiptir ekki máli óhollt. Og það var ekki fyrir að ég hætti að borða Shopify og byrja að borða bara mjög hollt og hreinan mat. Eftir svona 3-4 mánuði, búin að borða hreinan mat, þá kannski fer aðeins út í shoppu og fá mig eitthvað feitt að borða og eitthvað nammi og detta svona í sukkið. Og þá bara finnuru virkilega hvað óhollur matur vondur fyrir líkamann. Þá allir byrja að fá kannski svona beinverki og allir brjósviðin byrja að koma aftur og bara þú bara þreyttur og orkulítill. Það sem ég fann aldrei áður, af því ég var alltaf í sukkinu.
svo er maður búin að borða hreint og þá finnum maður hvað óhollu matur hefur áhrif sama eins og með þetta, þegar maður var þunglindur og var alltaf að lofa sjálfum sér og ger ekki, þá fann maður ekki hvað það hafði mikil áhrif að því maður var hvað sem með lítið sjálfstraust, maður var með sjálfstraust svo lítið en það skiptir ekki máli, en þegar maður er búin að fá allinu bara geðvitt mikið sjálfstraust, sjálfsálit í bara 3 ár og það er aldrei búin að detta niður, svo allinu bara hrynur það niður og þá finnum maður miklu frekar fyrir því. En hvernig getur þú þá implementa þetta? Fyrsta er að staða fyrir að hugsa á consistency, að gera sama hlutin eins og að mæti ræktina eða hætti símanum eða hvað sem þú ákveður fyrir sjálfa staða fyrir að hugsa á þetta að ég ætla að ná árangri, vera ríkur, vera fit, er að hugsa miklu dýpra er að ef þú gerir hlutin sem þú segist alltaf að gera fyrir sjálfa okkur einasta degi, alveg saman hvernig líður, hvort þú þreyttur, latur, óöruggur, en gera hann samt í ákveðin tíma, þá kemur þetta óstoppalegt sjálfstraust. En það sýnst meir það fyrir mig heldur einhvern tímann að vera fit eða vera ríkur. Af því að sjálfstraustið er gott, þá kemur allt hitt easy til manns og þá er allt annað léttara. Númer 1, það sem getur gert, er bara sama og ég gerði. Á þeim tíma var ég ekki í vinnu að því ég gæti ekki verið í vinnu, var það þunglindur og átti það erfitt, er að hætta að lofa hvað ætla að gera, bara taktu allt úr, bara ég ætla ekki að lofa sjálfur mér eitt en eitt, ég ætla ekki að vera geðduglegur, bara taktu allt sem þú er búin að lofa sjálfur að gera og allt sem þú vilt gera, hentu því í vaskinn og byrja með einn hlut sem þú vilt gera á hverjum degi, skipti ekki máli hvað það er til þess að vera productive og byrja bara að gera hann. Og fyrir mig var bara 3 íbúna þegar það var bara mest að síka gert þar. Ef þú ert í ræktinni, ef þú ert að mæta kannski 2 í viku eða nærða að halda í ræktinni í 2 vikur og svo dettur út og svo nærða að byrja aftur í 2 vikur eða byrja að lofa sjálfur að einu sem þú ætla að gera í 1 ár eða 3 mánuði, bara 3 mánuði eða 1 mánuð, einu sem skiptir máli er að mæta hver einsta degi í 5 vikunar og einu sem þú ætla að gera er bara að mæta. Það byrjaði þannig á mér, ég byrjaði að mæta ræktina á stundum mætti og var bara korter, fór bara brettið og fór sem bara heim. Af því að ég þurfti að byrja að venja með það, ég þarf bara að mæta. Af því að þegar maður stundum mætti bara, ok, ég nenni ekki ræktina, ekki stuði, ég mæti því allan í ræktina, fer á brettið og stundum, þá fór ég bara heim eftir 10 mínútur á brettinu, en oftast að þegar maður komin á staðinn, komin á brettið, byrja að hreyfa sig þá bara, ok, herru, ég tek næsta viku. Ef hún er að sigra þennan eina hlut sem þú setur fyrir þá færi orku, en ef þú setur 10 hluti fyrir og sigur 1 hlut þá dettur orka niður, þannig að þetta compoundar, þannig að þú byrjar að gera 1 lit og svo bara upp og upp og upp og upp. Ég fór óvart í þetta stöðinu sem ég er í dag að vakna 5 á morgnana, 6 á morgnana, sánu, infrared og allt þetta, það bara skeiði óvart, það bara compoundaði úr einni reglu, er að hætta að lofa sjálfum mér alla þessa hluti og bara gera 1 hlut. Ég á ekki börn og ég er ekki í sambandi, þannig að ég veit ekki hvernig þetta væri út fjölskyldu maður og átt fjölskyldu og hvernig þú ættir að implementa þetta, þú getur ekki bara hægt að lofa sjálfa þér að gera alltaf svo hluti, en ef ég væri í þeirri ástæðu þá myndi ég finna baselineið. Baseline er bara hvað er það minnsta sem þú getur gert sem þú þarft að setja fram, sem sagt, hvað er þína skyldu sem faðir og maður og kæristi og allt svona eða í sambandi, sem er baseline sem þú þarft að gera á sinna, bara það minnsta. Og svo myndir þú bæta við einu verkefni og á það sem væri svona þetta bónusverkefni. Ef það væri að eyða meiri tíma með krökkunum, þá myndir þú setja það hálftíma með krökkunum á dag og byrja á því og gera það. Sem að þú tekur bara viku með krökkunum og það er bara korter á dag sem alltaf eyða með krökkunum, villu vera betri faðir og sinna meiri tíma í þá. Og þú lofa sjálfur bara korter í 5 vikunar og nær því, þá færðu meiri orku. En ef þú fyrir að lofa sjálfur að ég ætla að fara með þeim í sumarbústað, ég ætla að kaupa betri gjafir, ég ætla að hafa meiri tíma með konunni, ég ætla að byrja að elda meira heima, ég ætla að vera með 2 tíma eða klukkutíma á dag með krökkan okkur einst degi og þá ertu að búin að lofa sjálfur bara 20 hlutum og tíminn verður þannig að þú kannski bara nær bara að gera minna en helmingin af þessu og þá bara dettur orkan aftur niður. Meikar þetta sensi mér að segja, ég ákvað ekki að hafa neitt handrit eða neitt svoleiðis, mér er bara að tala frá hjartanu og segja bara svona mína reynslu mína kunnáttu. Ég held að ef ég lært þetta fyrr og fatta þetta fyrr þá hef ég gert það. Þegar, þú veist, eins og í morgun þá ringdi félag minn, hann alltaf komið í ræktina, vaknaði klukkan 6 og ég ringi í hann og hann svarar ekki og þá kemur þessi hugsun í heilan, veist, hann er ekki að svara, alltaf að sleppa að mæta í ræktina. Ég bara eitthvað, nei,
og segi bara fuck you, ég segi fuck you við þessa rödd, bara fuck you, ég ætla samt að mæta bara asnalegt að sleppa mæti ræktina því félaga mín svaraði ekki sko. Þannig að svo bara fór ég og miklu sáttari. Ég held að þetta svona, að mínu mati þetta grunnurinn til þess að byggja upp óstoppalegt sjálfstraust að gera hluti sem þú segist alltaf að gera aftur og aftur og aftur, alveg sama hvað. Það sem ég geri að byrja á því að ekki lofa sjálfum mér að gera alla þessa hluti, því að það var bara alltaf að drepa niður orkuna. En ég geri miklu meira núna í dag heldur en ég bjóstu að ég myndi gera, að því ég byrja bara svona einu litlu skrefi. Og ég vona að þessi þáttur hefur hjálpsamur og make a sense. Það eitt af mínum óryggi, að því að ég náttúrulega var yngri og með lesblindu og þá orð og setningar og tal sem svona flækist fyrir mér. Þannig að mitt helsta óöryggi að, eða ekki óöryggi, svona, ekki hræðslega, ekki óöryggi, svona ótti, bara já, svona ótti að vera að tala við ykkur og lýsa minni reynslu og kunnáttu og ekki gera þannig að það sé skiljanlegt, það sé of flókið. Því ég oft talaði á yngri og fólk bara horfði á mig bara, ég skilði ekki, hvað það að tala um? Því heilin á mig virkar allt öðruvísi og bara út af lesblindinu og hugsa allt öðruvísi og horfur og sér hlutin allt öðruvísi. Þannig ég vona að þetta megasenn sem ég var að segja og þið skilduð þetta. En áður en ég kláraði hennar þátt, þá langar mig að skilja eftir með eitt vídeo, mjög stutt, og þú verður bara að hlusta á það. Svo ég ætla að biðja að vera með smá svona opinhuga, að ef þú fílar ekki þessa mannesku sem að fara að tala núna, að horfa út frá hvað hann segir. Að því að einna eiginleikunum að vera alvöru maður, að vera maður, að geta verið með svona víðari sjón. Að, þú veist, þó að mér líkar ekki manneskjuna, þá get ég samt hlusta á manneskjuna þegar það eitthvað sem ég get lært frá henni. Ég get verið með 2 skoðanir, ég skil þína skoðun og hvað þér finnst þitt álit, og ég skil líka mína skoðun og mitt álit og hvað mér finnst. Þó ég sé ekki sammála en þá get ég samt hlusta og skili hvaðan þú ert að koma. Þannig að ef það eitthvað sem að hlusta sem fílar ekki Conor McGregor, því að eitt vídeo sem ég sá núna daginn, þar sem hann talar einn hlut til þess að fá óstoppalegt sjálfstraust. Við munum eftir því, ég man eftir því þegar hann var að koma upp í UFC heiminum, hvað bara sjálfstraustið hans var bara óstoppalegt. Hann var svo góður í kjaftinum, ekkert náða að slá hann svona af laginu, hann var geggjaður í keitsinu, hringnum, pröfa og bara hlustum á hann, sjá hvað hann að segja. Ok, takk fyrir og við sjáum næst. Don't tell yourself you need to do something and then don't do it. That's what I was talking about with Ariel. I knew in my head I was saying, get up at this time. I didn't get up at that time. Train at this time. I didn't train at that time. Don't eat this. I ate that. Don't drink that. I drank it. And these all just infiltrate my mental strength. Just little kind of defeats. Exactly, little defeats instead of wins. And it just culminates into, I just don't want to be here. So I'm just figuring myself out like I've never figured myself out before.